samkomu. Gaman að sjá ykkur öskurnar og við erum komin hérna til að lyfta upp nafni Guðs. Má ég heyra amen? Við erum komin til að tilbiðja hann eins og við vorum að syngja. Við ætlum að þakka honum fyrir að við fengum tækifæri á að vakna í dag og við fáum enn eitt tækifæri til þess að lofa hann í dag. Halleluja. En já, þetta eitthvað vers sem að við ætlum að segja ritningavers og það kærleikurinn mestur á meðal okkar. Það bara svolítið mikið. Hann þarna? Já. En við ætlum að lyfta honum upp, við ætlum að vexa með hann, við ætlum að gefa honum dýrðin í dag. Má ég heyra amen? Amen. Takk fyrir Jesús að fyrir við að stöndum hér í dag. Takk. Andist í orralíf, trúr og sannur alla tíð, mikið verk þitt. Og ég veit að þú best með mér enn, því þitt loford já og amen, mikið verk þitt, mikið verk þitt. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf og allt sem fylgdi í hlekki og böl og svo fagnandi kál og Jesú þitt nafn því upphafið á góðu, mikið verk þitt. Halleluja, Guð ofar öllu, halleluja, Guð, ei breytast myndur, halleluja, þú afgjörið vel. Halleluja, Guð ofar öllu, halleluja, Guð, ei breytast myndur, halleluja, Guð, afgjörið vel, afgjörið vel. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf og allt sem fylgdur í hlekki og böl og guð, mikið verk þitt. Við dönsum í frelsi, svo fagnandi kál og Jesú þitt nafn því upphafið á góðu, mikið verk þitt, mikið verk þitt. Ó Guð, mikið verk Takk Jesús, heilaga drottinn. Takk Jesús. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord. I praise in the valley, praise in the mountain. Oh, praise in the joy, praise in the down. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise.
you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Takk Jesus. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I'll speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, the light of fire. Woo! Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, the light of fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Heilaga ertu drottinn. Helgist þitt nafn, Jesus. Heilaga drottinn, ég lofa þig og þakka. Nafni Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Takk Jesus, halleluja. Heilar Jesus. Halleluja, lyftum honum upp í dag. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven's comes to fight for me. Yeah. I'm gonna sing in the middle of the storm. And I
raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. In the middle of the misery, I raise a hallelujah. Feel yours holy. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Come on, sing a little louder. 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 In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. When this melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. Presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a Vá, æðisleg lóðgerð, halleluja. Ég gat ekki annað en fengið sprettin hérna þess. Það fer stundum í fæturnar á mér, sko. Heldur Guðs, halleluja. Amen, halleluja. Takk Jesús, halleluja. Það segir í orðinu ef að hjarta dæmir oss ekki, þá höfum við djörfum til Guðs. Amen, og ég var að lesa í Hebreubréfinu 10. kafla bara núna á samkominni að hann hefur vígt oss nýjan veg alla leið inn fyrir fortaldið. Þannig að við getum gengið með djörfum ásætti náðarinnar. Allt fyrir blóðfórn Jesú Krists á krossinum. Hann er svo verður að vera lofaður fyrir það sem hann gerði á krossinum. Amen. Halleluja. Þannig að ef að hjartan dæmir oss ekki, þá höfum við djörfum til þess að lofa Guð bara alveg að krafti, sko. En ef að hjartan dæmir oss, hvað þá? Frá yðristi. Og stundum við líður bara einhverjir dagar, þá maður játar hann sem er að kvelja samviskuna. Stundum bara gerir maður strax bara.
En við þurfum að skoða hjarta okkar ef við verum að dæma sér hjarta okkar. Ef við höfum ekki djörfum til Guðs að lofan eða löngun til þess að fara að lesa orðið eða biðja, þá oft einhver dómur inn í hjartanu. Og við erum oft að dæma okkur sjálf út frá því sem við höfum gert. Í staðinn fyrir að játa, eins og Sibba kom inn á, og biðja Drottnum að fyrirgefa okkur, og fyrir hans blóðfórn, þá fáum við djörfunguna ný. Bara með að játa það sem að dæma okkur. Það þarf ekki marga mínútur í það, bara 1 sekúndu. Halleluja. Takk Jesús. Ég bara þakka fyrir frelsisverkið Jesús. Ég þakka fyrir það að þitt blóð, Drottni Guð, að það hreinsar alla synd Jesús. Ég þakka fyrir það, Drottni minn Jesús. Og ég blessa þér nafn, Drottni Guð. Og ég þakka fyrir úthellingu heilags anda, Drottni Guð, sem að vitna með því að það bara ein fórn fyrir syndir okkar, sú fórn sem að gera á krossinum á Golgata. Í Jesú nafni, halleluja. Amen. Við ætlum að taka samskot núna. Gjörðu svo vel. Við látum samskotbyggingin ganga á milli og svo posi frammi og reikningsnúmer sem kemur upp á skjáinn. Þannig ég hvet ykkur til að gefa inn í Guðsríkið, Drottinn minn Jesús. Ég þakka fyrir það að þú elskar glaðan gjafar, Drottni Guð. Og þakka fyrir það að þú komst, Drottni Guð, og þú gafst allt, Drottni Guð. Og þú gerðir það með gleði að leggja líf þitt til sölundar fyrir okkur, Drottinn minn Jesús. Og ég bið þig, Drottni Guð, Jesús, að þú kennir okkur, Drottni Guð, á allan hátt að gefa af okkur eins og þú gafst til okkar, Drottinn minn Jesús. Þannig að verði flæði hringrásar í okkar lífi, Drottinn minn Jesús. Á allan hátt. Amen. Halleluja. Það bara kraftur Guðsinn. Það verður glöður fyrir Sigurberg að predika í dag. Amen. Ef við ekki standa núna upp og fara aftur inn í lofgjörðina og bara gefa Guði það sem hann á skilið. Lofgjörð okkar og þakkagjörð. Amen. Það verður lofgjörðarkvöld hérna á miðvikudaginn. Bara þannig að gleymist ekki. Klukkan 20 á miðvikudagskvöldið. Lofgjörð og bænastund. Amen. Og núna fyrir við inn í lofgjörðina. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the
Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Surrounded by your love, Jesus. You are here. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Spirit, Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. You are here, healing in this place, Jesus. A miracle can happen now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. A miracle can happen
The Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. Is here. Spirit is here. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun, sheep in the shadow. In my weakness, your glory appeared. Yes, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Jesus, 'cause all I want
It's all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Please, Jesus. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? You are in this place, Jesus. Come on, lift up your hands. Jesus, you are here in this place, moving in this place. We can feel your presence, Jesus. We can feel your presence, Jesus. You are here in the air. Yeah. You are healing. You are healing every heart, every people here. You are healing now, Jesus. We believe in your power. We believe in your power. You have the power, Jesus. You have the power. You have the power. You are in this place. We worship you. We praise you, Jesus. Take our hearts, Jesus. Take everything of us. For you it's everything, Jesus. Not enough unless you
fyrir Jesús. Vá, það svo mikið friður hérna í dag. Halleluja, rísum aðeins á fætur og bara aðeins gefum Guði dýrðina hér í dag með því að lyfta upp hans nafni. Drottin, ég bara lyfti þér upp, Jesús. Ég þakka þér fyrir nærveru þína. Ég þakka þér fyrir lækninguna þína, Drottin minn. Ég finn, Drottin, það lækningasmörning hér í dag, Drottin. Og ég bið að koma inn í hjart okkar, Drottin. Ég bið að Drottin að laga til það sem að þarf að laga til. Ég bið að hreinsa það sem að þarf að hreinsa. Ég bið Drottin að gera heilt það sem að þarf að gera heilt. Og Drottin, ég tala lækningu þína, Jesús, hér í dag. Ég tala, Drottin, vilja þinn hér í dag. Drottin, Jesús, ég bið þig, Drottin, að við mættum fá tækifæri til þess að horfa til þín í dag. Ekki á kringumstæður okkar, ekki á fortíðin okkar, heldur á þig akkurat núna, Drottin. Við setjum, Drottin, augu okkur á fjöllin. Hvaðan kemur okkar hjálp? Hjálp okkar kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Og vitið það, ofta ég fer í gegnum svona dimman dala, þá minn ég mig á þessi vers. Hann skapari himins og jarðar og hann vörður minn. Hann vörður Ísraels. Hann huggar okkur, hann styður okkur. Hann vörður okkar. Og ég ætla bara að tala það út yfir okkur hér í dag. Hann vörður okkar. Þú ert aldrei einn, þú ert aldrei ein. Jesús með þér. Halleluja. Má ég heyra amen. Dýrsi þér, Jesús. Mögnu lofgjör hér í dag. Hvernig var að gefa þessum snillingum bara gott klapp? Halleluja. Halleluja. Dýrsi þér, Jesús. Gunnar. Ég ætla kannski að biðja ykkur að rísa á fætur einu sinni. Við langar til þess að biðja Gunnar Inga. Gunnar minn að biðja fyrir orðinu. Hann að gera þetta í fyrsta skipti, þannig að við ætlum öll að hjálpa honum. Rísum á fætur. Halleluja! Jesús, þú kendur okkur að biðja, sagðir kallum við föður. Faðir, ég þökkum fyrir náð þín og miskunn Drottinn. Þú segir í orð þína sem 2 eða 3 samankomnir í þínu nafni, þar þú mitt á meðal okkar, Jesús. Þú milligangarinn okkar, þú ert vegurinn, sannleikurinn og lífið, Jesús. Ég bið Drottinn minn að þetta megi orð megi koma inn í líf okkar, megi smurðana mömmuð. Gefðu henni orð að mæla, Jesús. Megi þetta orð bera 30-faldan, 60-faldan, 100-faldan ávöxt, Jesús. Ég bið, Jesús, að þetta orð megi koma inn í okkur og dæma hugsanir okkar, Jesús. Og megi við gefa þér alla lofgjör, dýrð og heiður. Í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Halleluja. Dýrsi þér. Finnið smörninguna. Það lofgjörðin. Það sérstök smörning á drengnum mínum og dóttur. Hún bara að reyna einhvern veginn að forðast það, en það næri henni. Halleluja. Halleluja. Gleði í húsinu í dag? Guð góður í dag? Það hélt ég nú. Halleluja. Það svo gott að koma. Alveg sama hvernig manni líður. Guð góður. Má ég heyra amen? Og mér langar svo að tala við ykkur í dag hvernig Drottinn lyftir höfð okkar. Og ástæðan fyrir ég tala þetta í dag út af því að það myndust skemmtilegar umræður á etinum daginn. Og svona í lok stundar að þá voru svona skemmtilegar umræður sem að spunnust út. Og mér langar til að tala við ykkur hvernig við getum lifað sigrandi lífi alveg sama hvað. Það eru ekki allir sannfærir hér í dag. Ég ætla að segja þetta aftur. Við getum lifað sigrandi lífi alveg sama hvað. Það var lagið. Þannig að það skiptir engu máli hvaða kringumstæður við stöndum frammi fyrir. Hvort sem við göngum í gegnum dal eða förum upp á hæðina. Guð hinn sami. Erum við ekki sammála? Halleluja. Og ég veit ekki með ykkur, en það ótrúlega gott að vita það að Guð með okkur alveg sama hvað. Og það nú þannig, vinir, að lífið alls konar. En hönd Guðs breytist ekki og hún alltaf yfir líf okkar. Hún ekki bara yfir líf okkar þegar vel gengur, hún líka og ekki kannski síst yfir líf okkar þegar við förum í gegnum sorg, þegar við förum í gegnum missi. Þegar við förum í gegnum dimman dal, þá hann þar.
Og við vitum það að orðan segir að hann nálægur þeim sem hafa sundur marinn anda og sundur kramið hjarta. Og við vitum að Guð hefur mörg nöfn í orði sínu og meðal annars vísa til þess að hann liljan ljúf í dalnum. Við kynnumst hlið á drottni Jesú Kristi þegar við förum í gegnum dalinn. Þannig að hann með okkur þar, hann með okkur á hæðinni, hann með okkur allstaðar. Halleluja, dýr sé Guði. Og hér inni fólk sem hefur farið í gegnum missi, sem hefur jafnvel farið í gegnum skilnað, sem hafa jafnvel mist nákominn ættingja. Og við erum að tala hluti sem að kannski viðkomandi hefur farið í gegnum sem að ekki kannski hans sök. Ég veit ekki með ykkur en ég hef verið höfð fyrir rangri sök. Og það eitt að erfiðasta sem að maður gengur í gegnum þegar fólk heldur einhverju mann sem að bara ekki rétt. En vinir, Guð hjálpari okkar. Og við þurfum ekki að bera, þið veitir, byrðarnar ein. Við eigum að velta allri byrði yfir á drottinn því að hann ber mikið fyrir okkur. En vinir, við höfum líka stundum komið okkur í þær aðstæður að við erum meitt. Og Árni talaði það hér áðan, þegar við erum búin að gera eitthvað sem við eigum ekki að gera og þar erum við öll. Þá þurfum við að fara fram fyrir kross Jesú, við þurfum að auðmýkja okkur, við þurfum að biðja að hreinsa okkur. Og vinir, á hverjum einasta degi gerum við hluti sem við eigum ekki að gera. Það annarkvort í verki, það athöfni, það í hugsun. Þannig að það svo mikilvægt að koma fram fyrir kross Jesú á hverjum einasta degi, auðmýkja okkur og biðja fyrirgefningar. Og það sem við verðum líka að gera, vinir, að þegar við erum búin að gera eitthvað sem ekki rétt, þá þurfum að bæta fyrir brot okkar. Mér svo frábært í sporunum þegar fólk fyrir að bæta fyrir brot sín. Og þetta biblíulegt. Sporin ekki bara tekin úr lausu lofti, þau eru biblíuleg. Og ástæðan fyrir því að við erum að búa til, við erum að setja í rauninni smyrsl á sár. Þú ert að viðurkenna afbrotin og við eigum að gera það frammi fyrir hvort öðru. Og vinir, það eru margir í biblíunni sem eiga svipaða sögur að segja. Það eru fólk sem hefur farið í gegnum erfiðleika, svo sem eins og Davíð konungur, og við þekkjum það, hvað líf hans var oft á tíðum erfitt. Hann kom sér sjálfur í vandræði, en það var líka komið ósanngjarnlega í gegn honum. En Guð var með honum. Guð var alltaf með honum. Og hann lét aldrei fót hans skriðna, vörður hans, hann blundaði ekki, hann svaf ekki, hann vörður Ísraels og hann vörður þinn. Halleluja. Þannig að drottinn með okkur alveg sama hvað. Við sjáum Jósef þegar hann var seldur í ánauð. Bræður hans sviku hann. Og ég veit ekki með ykkur, ef Jóhanna myndi selja mig í þrældóm, ég væri pist. Og það bara ekkert óeðlilegt við það. Ef hún bara selt mig í þrældóm eitthvað ellendis og ég væri bara í mörg ár í þrældóm. Og svo var logið upp á hann og hún var kastað í fangelsi. Hann var saklaus. En Guð var ekki búinn að segja síðasta orðið með Jósef því að hann hafði áætlun. Og vinir, oft í gegnum dimman dalinn þá mótar Guð eitthvað í líf okkar. Við fáum dýpri tóna. Við höfum eitthvað að gefa. Og vinir, látum ekki óvinnin stela frá okkur þessari dýrmætu reynslu sem felst í dimma dalnum. Heldur lofum Guð í öllum kringumstæðum því hann ekki búið með söguna. Hann hafði áætlun með Jósef og hann kom því til leiðar. Jósef hélt hjarta sínu hreinu og Guð kom því til leiðar að hann yrði næst ráðandi í Egyptalandi og hann gerði svolítið mikið því að hann í rauninni var til þess að Ísæs líður lifði af. Það var viska Jósefs sem gaf konungnum tæki og tól til þess að finna út úr því hvað skildi gera út af því að það var að koma hungursneið. Og vinir, ef við horfum í kringum okkur núna, það andleg hungursneið hérna úti. Og vinir, við eigum svarið, hann heitir Jesús.
Og við eigum þetta svar og við eigum ekki bara að geyma, þið vitið, eins og eitthvað leyndamál, við eigum að segja öllum frá. Það eiga allir að vita að Jesús sá sem hann segist vera. Amen. Dýrsi þér Jesús. Og við sjáum þetta ekki bara með Jósef. Við sjáum þetta með Job. Við sjáum þetta með Daniel þegar hann fór í ljónagrefjuna. Við sjáum þetta með Davíð. Við sjáum þetta með Ester. Við sjáum þetta með Rut. Vinir, þau fóru í gegnum dimman dal, en Guð hafði áætlun. Og vinir, þegar þú ferð í gegnum dimman dal, mundu að Guð hefur áætlun. Sagan þín endar ekki þar. Og Guð fullfær fyrir alla, þá ákalla hann. Þannig áköllum hann í dag. Þegar við erum að fara í gegnum kringumstæður, áköllum Jesú. Því hann nær þér en bróðir. Sérstaklega bróðir eða systir sem seljaði ánauð. Jóhann ekki búin að selja með ánauð. Ég alls ekki pirruð út í Jóhannu. Bara því sem haldið til haga. En við ætlum að byrja og fara hérna í ritningarstað. Og það í Sálmi 3. Mér langar aftur að taka dæmi meðan Davíð konung. Og það hann svo mikið eins og við. Mistækur í meira lagi. En það sem að Davíð kunni, vinir, og það sem að við þurfum að læra, það að hafa þessa auðmýkt í hjartanu gagnvart Guði og óbilandi trúa því að Guð viti hvað hann að gera. Að læra að lofa hann í öllum kringumstæðum. Að læra að lyfta upp hans nafni því hann verðugur, má ég heyra amen. Hann verðugur alveg sama hvað. Og sagan ekki búin. Halleluja. Lesum. Og þetta Sálmi Davíðs, bara þannig að ég lesi svona yfirskriftina að byrjum þar. Sálmi Davíðs, þá hann flýður frá Absalón syni sínum. Okkur flúði hann frá Absalón syni sínum því að Absalón gerður uppreisn gagnvart föður sínum og reif af honum konungdóminn. Og hann var bara í lífshættu. Og lesum síðan. Drottinn, hversu margir óvinir mínir? Margir rísa gegn mér, margir segja mig, hann fær enga hjálp frá Guði. En svo kemur hérna í versi 4, en þú Drottinn skjöldur minn, sæmd mín og lætur mig bera höfuðið hátt. Og mér langar til þess að við lesum þetta 4. vers saman. En þú Drottinn skjöldur minn, sæmd mín og lætur mig bera höfuðið hátt. Og þarna Davíð enn og aftur í erfileikum. Það stendur þarna, Drottinn skjöldur minn, Drottinn sæmd mín og lætur mig bera höfuðið hátt. En rétt þýðing hér að Drottinn hann lyftir upp höfði mínu. Það munur þar á. Hann lyftir upp höfði mínu. Og við vitum hvernig það þegar við erum með lítil nýfædd börn, hvernig við þurfum að halda sérstaklega undir höfuðið á þeim. Og oft ef við erum að kjassast út í lítil börn, þá tökum við undir höfuðið og við lyftum höfðinu og við gerum alls konar geiflur og til þess að fá eitthvað fram. Árni kannast við þetta, hann nýkominn með barnabarn og hann svo sannarlega farin að lyfta upp höfði barnabarnsins út af því hann að tala við hann. Og hann vill að hann sjái afa sinn, þannig að hann stýrir höfðans. Og vinni stundum þegar við rötum í gegnum svona kringumstæður, svona dauðans dimma dal, þá verðum við eins og lítil börn sem að getum ekki einu sinni haldið höfð okkar uppi. Og það sem að Guð vill gera í þeim kringumstæðum að hann vill lyfta höfð okkar. Hann vill hjálpa okkur að sjá sig í kringumstæðunum. Rétt eins og Árni vill að barnabarni sjái sig þegar hann að kjassast í því. Þá lyftir Guð höfði okkar. Og vinir, Guð trúfastur. Og þegar við komum fram fyrir hann í lofgjörð, vitið hvað við erum að gera? Við erum að leyfa honum að lyfta upp höfð okkar. Þannig að við fáum aftur eðlilega sýn á kringumstæður okkar. Og það þannig að þegar við förum í gegnum dimman dal, þá sjáum við oft á tíðum ekkert nema þær kringumstæður sem við erum að ganga í gegnum. Þeir geta kannski
tekið undir og sagt amen sem hafa gengið í gegnum til dæmis eins og skilnað eða erfiðleika þvíleitun til. Allt í einu fer allt einhvern veginn, all hugsun, alla tilfinningar, allt sem að þið veit að gerast í lífinu, þessi hlutir bara ekki langt í burtu alltaf. Og vinir, Guð ekki hér, hann hér. Og mér langar að segja þetta aftur, Guð ekki hér. Hann ekki holdi, hann andi. Og vinir, ef við viljum vita hvað Guð að gera í kringumstæðunum, þá þurfum við að hætta að horfa á okkar eigin kringumstæður og við þurfum að lyfta upp höfðum okkar. Og við þurfum að leyfa Guði að lyfta upp höfði okkar. Af hverju? Því hann veit hvað hann að gera. Hann ekkert búinn að skilja það eftir. Það sem hann vinnur í leinum á erfiðum tíma í þínu lífi snýst um þolgæði. Það snýst um karakter. Og ég get alveg sagt ykkur það, erfiðleikarnir í mínu lífi hafa gert mig að þeirri mannesku sem ég í dag. Það ekki góðu kringumstæðurnar, það ekki kringumstæðurnar þegar allt leki í lyndi, það voru erfiðleikarnir. Og ég get alveg sagt ykkur það að ég var rosalegur egoisti á mínum yngri árum. Kemur Jóhanna með eitthvað svona. Hún bara, já, rétt. Játa syndirnar, nákvæmlega. En í dag ég auðmjúkasta manneski sem að þið finnið. Það sem ég að segja að erfiða kringumstæður, það drepa eitthvað í okkur sem að þarf að drepa. Það drepa egoið okkar. Það drepa viðhorfin okkar. Það drepa það að við sem eitthvað setja okkur á háan hest. Því að ekkert okkar hefur í rauninni efna á því. Við erum öll syndarar í þörf á Guðs náð. Má ég heyra amen? Og það sem að gerist í þessum kringumstæðum að við hættum að treysta okkur eigin ego, eigin getu og við förum að treysta Drottni. Auðvitað getur orðið þannig að þegar við förum í gegnum kringumstæð þá verðum við bitur. En það ekki tilgangur kringumstæðna. Það til þess að gera okkur betri. Og vinni, þegar Guð að vinna verkið í staðin fyrir að mögla hvart og kveina, prófum að lyfta upp nafninu, prófum að blessa Jesú alveg sama hvað. Því að sagan ekki búin. Halleluja. Má ég heyra amen? Ég svo æst í dag. I like it. Halleluja. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að rétt eins og með unga börnin, þá vill Guð tala til okkar. Hann vill halda uppi höfð okkar. Og þannig að við hættum að stara okkar eigin kringumstæður og við förum að horfa á hann. Og vinir, þegar við förum í gegnum erfiðleika, hættum að horfa á kringumstæðurnar. Alveg eins og með Davíð. Hann horfði ekki á Góliat, hann horfði á Guð sem var stærri en Góliat. Og það það sem við þurfum að gera, horfa á Guð sem stærri en okkar kringumstæður. Því að hann með svörin. Halleluja. Og það skiptir rosalega miklu máli. Orðið sæmd í þessum ritningum þarna. Hvar ég? En þú, Drottinn minn, skjöldur minn, sæmd mín. Þetta orð sæmd þýðir ský sem þungt, sem að fara að rigna. Og það má eiginlega líka þessu við ský sem þungað af blessunum Guðs. Rigning í ritningunum þýðir alltaf blessun. Það alltaf tákn upp á blessun. Og það sem að Davíð að gera að hann horfir til himins og hann horfir á sæmd, Drottinn sem sæmd sína og það hann sér rigningu á leiðinni. Hann sér blessun Guðs á leiðinni. Hann veit að hann ekki í kringumstæði sem hann muni vara eilífu. Hann horfir til Drottins. Og rigningin, vinir, hún táknum blessun Guðs, að vera viðbúin því að Guð hefur blessun fyrir okkur, jafnvel í erfiðum aðstæðum. Halleluja. Og það svo frábært að vera á þeim stað, þegar við mætum ykkur reynslu, að við hugsum Drottinn, ég sé enga leið út, en ég veit að þú gerir það. Ég veit að þú ekkert búin að missa tök á tilverunni. Ég kannski búin að því. Þannig að það sem ég ætla að gera, ég ætla að leyfa þér að taka við stjórninni okkur núna. Ég ætla að hætta að þykjast vita alla hluti sjálf og ég ætla að beina sjónum mínum til þín. Þú ert höfundur og fullkomnari trúar minnar.
Og þegar við gerum það, þá erum við að leysa hendur blessunar drottins yfir líf okkar. Því að hann sæmd okkar. Hann rigningarský sem þungað af blessunum til okkar. Halleluja. Finnst ykkur það ekki frábært? Halleluja. Rigning tákmynd upp á blessun. Við förum nefnilega, vinir, nákvæmlega þangað sem sýn okkar Og Biblían kennur að án sýnar ferst líðurinn. Og vinir, ef við erum ekki búin að ákveða fyrirfram þegar við förum í þessa viku að við ætlum að horfa til drottins, alveg sama hvað mætir okkur, þá kringustæður hafa þá getu til þess einhvern veginn að kaffara manni. En vinir, þegar við eigum trú á Jesú, þá höfum við líka þessa trú að allt sammerki okkur til góðs. Það þýðir erfiðleikarnir, það þýðir góði tímarnir, það þýðir allt sem ég gengi í gegnum mun sammerka mér til góðs. Ég þarf ekki að hafa nokkrar áhyggjur. Guð með mér. Og þegar við förum inn í kringustæður vitandi vits að Guð við stjórnvölinn, þá mætum við þeim með öðrum hætti. Við hættum að treysta okkar eigið sjálf og við látum drottin að vinna sigurinn í kringumstæðunum. Það sem við gerum að við gerum eins og Davíð gerði forðum daga. Alltaf þegar hann lenti í erfiðleikum þá fór hann að lyfta upp nafni drottins. Hann hresti sig upp í Guði sínum. Hann blessaði drottin, hann leit upp til drottins og hann sagði hvaðan kemur mín hjálp. Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Og vinir, hjálp okkar mun koma frá drottni. Hann sá sem að mun síðastu fram og foldu ganga. Hann með þetta. Hann með líf þitt. Hann með framtíðina. Hann með réttu störfin á Íslandi fyrir þau sem að koma frá Venezuela. Hann með frábæra framtíð. Þýðir það verði engir erfiðleikar? Það þýðir það ekki. En hann með okkur í erfiðleikunum. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur. Þannig að við erum ekki í þessum pakka að vera alltaf áhyggjufull yfir öllum sköpuðum hlutum. Við þurfum þess ekki. Og ef viðhorfið neikvætt og sýnin neikvætt, þá stefnir líf okkar niður á við. Og mér langar til þess að sýna ykkur eitt dæmi sem svo skýrt í orði Guðs að ég varð að koma með það þegar ég var að stúdera þetta og það í fyrstu Mósebók í kafla 29. Og bara svona forsagan á þessu, þetta sagan Rakel og Leu og Jakob, forfaðir þeirra í Ísrael. Og sagan þannig að Jakob átti leið framhjá heimilum Rakel og Leu sem voru systur. Ég man nú eftir okkurat, við ætlum ekki að fara þangað. Smá engahúmor. Pabbi nefnilega kom einu sinni predikun og ég segi ykkur frá því eftir. Allavega. Þær voru komin á þann aldur að þær voru komnar að því að þú veist, þær áttu að velja sér mann. Og Jakob var svona rosalega heillaður af Rakel. Bara ástfangin af Rakel. Og hann vann fyrir henni, þetta var svolítið öðruvísi í gamla daga, hann vann fyrir henni í 7 ár. Og svo var brúðkaup. Og svo bara gerðist það og daginn eftir kom í ljós að hann hafði í rauninni gifst Leu, eldri systurinni. Smá bömmir. Leu var bara ekki mikið elskuð af Jakob. Þannig að hann þurfti að vinna 7 ári viðbót og giftist líka systurinnar. How awkward. Og og eðli málsins samkvæmt að þá var Lea sár í hjarta sínu. Út af hún naut ekki ástar. Og við skulum lesa það sem að segir, þegar drottin sá að Lea naut ekki ástar, þá gerði hann hana frjósama. En Rakel var ófrjósum. Guð nefnilega svo magnaður að þegar við göngum í gegnum erfiðleika og við leitum hans, að þá gerir hann okkur frjósum. Jafnvel á erfiðum tíma, jafnvel á þurrka tíma, þar látum við ekki af að bera ávöxt. Hugsið ykkur krakkar. Jafnvel á þurrka tíma, þar látum við ekki af að bera ávöxt. Þannig að það skiptir engu máli hvort það sé þurrka tíð eða hvort það sé blessunar tíð. Við látum ekki af að bera ávöxt.
Og við sjáum hérna hvað stendur. Já, þetta stendur. Þegar drottinn sá að Lea naut ekki ástar, þá gerði hann hana frjósama, en Rakel var ófrjósam. Og naut ekki ástar þýðir að vera hafnað. Og ég hef oft hugsað það, við systkinin lifðum mjög sérstöku lífi, pappa okkar náttúrulega Gunnar í krossunum og svona svolítið dramatískt. Ég upplifði rosalega mikið á mínum yngri árum, það var eins og okkur var hafnað. Þú veist, fann það í skóla, við urðum fyrir svona mikilli strínu og svo framvegis. En það merkilega, og það er það sem ég vil gefa ykkur í dag, er það að við höfum samt verið gríðarlega frjósum. Guð hefur einhvern veginn, það hefur allt lánast, hefur þið tekið eftir því, það er bara einhvern veginn, það er eins og Guð hafi blessun útbúna fyrir okkur, jafnvel þegar við förum í gegnum þurrkatíð. Og ég get sagt ykkur það, þetta gerir það verkum að við horfum öðruvísi á þurrkatíð eða erfiðleika. Við væntum þess að Guð gerir okkur frjósum á þessum tíma. Þannig að þegar við förum í gegnum erfiðleika, þá horfum við á þá sem tækifæri til þess að bera mikinn ávöxt. Heyrið það sem ég er að segja? Þetta er gott, vinir. Og það sem að gerist er að Lea, þar sem að henni er hafnað, þá opnar Guð kviðinnar og hún verður að eignast fullt af börnum. Lesum áfram. Halleluja. Hann mætir henni það sem hún þarf virkilega á því að halda. Og mér langar að lesa aðeins meira, hann stendur hérna í versi 34. Og enn var hún þunguð og ól son og sagði, nú verður eiginmaður minn elskari að mér, því ég fætt henni 3 syni. Er ég að lesa eitthvað vitlaust? Að þið allavega skilja hvað ég er að segja. Þess vegna nefndi hún hann Leví. Og enn á ný varð hún þunguð og ól son og sagði, nú vil ég lofa drottinn, þess vegna nefndi hún hann Júda. Og mér langar bara að benda ykkur á að Jesús er ljónið af Júda. Hún er ættmóðir Jesú. Hún fer í gegnum höfnun, hún fer í gegnum erfiðleika. Og Guð blessar hann svo mikið að allir konungar í Ísraels er af Júda ættkvísl. Eigum við að ræða þetta? Og Leví, hann var yfir Levítonum. Það voru prestarnir í Ísrael. Þvílíkur arfur og vitnisburður. Og vinir, þegar þú ert að gangi í gegnum þurrkatíma eða þér er hafnað, þá er hann nálægur. Hann er ekki búinn að gleyma þér. Hann er ekki búinn að missa tökin á neinu. Hann er sérstaklega nærri þér þegar þú fer í gegnum erfiðleika. Þannig ekki líta niður, lítum upp. Sjáum vonina sem býr í drottni. Og látum ekki óvinnin rífa frá okkur blessunina sem að Guð hefur fyrir okkur. Horfum með eftirvæntingu þegar fólk kemur í gegn okkur. Halleluja. Því að þau hafa ekki loka svarið, Jesús hefur það. Halleluja. Dýr sé Guði. Þannig í dag, þegar við erum að gangi í gegnum erfiða tíma, þá horfum við upp hvaðan kemur okkar hjálp. Hún kemur frá drottni, skapara heimins og jarðar. Og vinur, út af trúfesti Leu og út af trúfesti þinni, þá getur Guð opna kviðinn andlega séð og hann getur látið þig bera mikinn ávöxt. Og vinir, ávöxtur lendar Leu er ekki bara fyrir hennar og hennar fólk, það er fyrir allan heiminn. Af hennar kyni mun all heimsbyggð blessun hljóta. Við eigum Jesú. Hugsa ykkur hvernig við getum snúið við hugum okkar. Ef við bara lyftum nafninu. Ef við hættum að barma okkur og festast í ykkur vondri tilfinningu, heldur lofum bara drottinn. Þá er meir en able. Hvernig er rétt orð á íslensku? Ja, þið skiljið hvað ég meina. Hann er
hann getur snúið við högum okkar. Það það sem ég vildi sagt hana. Amen, sigurvegarar. Mér langar til þess að fara í Jesaja 61. Ég fór aðeins í þetta síðast, en mér langar bara að benda ykkur á hvað Drottinn lofar okkur. Þetta fyrsta, þegar Jesú kemur fram í fyrsta skipti, þá opnar hann ritningarnar á nákvæmlega þessum versum. Og sjáum hvað hann að segja í þessum versum. Og tökum bara tvo ritningarstafi. Halleluja. Til að boða náðar á Drottins, hefndadags Guðs, til að hugga þá sem hryggir eru. Og við erum átt okkur á því að boða náðar á Drottins þýðir í rauninni það að hann að fara að gefa þér tilbaka allt það sem óvinnurinn hefur tekið af þér. Að boða náðarár, alltaf 50 ára fresti það var náðarár. Og þá voru sakir uppgefnar. Og oft það þannig þegar við förum í gegnum lífið og erfiðleika, það eins og óvinnurinn ná einhvern veginn haldi á okkur. Og við förum að vera með eftirsjá og reiði jafnvel í hjarta, en við þurfum þess ekki því að Guð hefur ákveðið náðarár fyrir okkur. Og náðarárið kom með Jesú. Hann sagði, í dag hefur þessi ritning ræst. Og í honum öll fylling Guðdómsins og hann býr innra með okkur. Þegar við tökum við Jesú Kristi, að þá tökum við öllu því sem hann gekk í gegnum fyrir okkur. Við tökum við krossdauða hans, við tökum við upprisu kraftinum. Og hann segir við okkur, takið upp krossin og fylgi mér. Sá sem týnir lífi sínu mín vegna mun finna það. Við höldum oft, ef við fylgjum Jesú, þá þetta svona, ég þarf einhvern veginn að breytast og svo framvegis og ég fæ ekki að vera alveg að skemmta mér jafn mikið og eitthvað svona. En staðreyndin svo að þegar við tökum upp krossin og fylgjum honum, þá finnum við lífið. Við finnum það. Og það sem að krossfestist í okkar hjarta, það holdið okkar. Það þetta ljóta í okkur sem þarf hvort þið að krossfestast. Og við þurfum að leyfa honum að krossfesta það þegar við förum í gegnum kringumstæðurnar. Við þurfum að leyfa hlutum að deyja í líf okkar þegar við förum í gegnum kringumstæðurnar. Og svo kemur hann að setja höfuðdjásn í stað ösku. Og vinir, Biblían kennir okkur líka við eigum að vera sem fórn á altari Guðs. Fórn á altari Guðs. Hegðu okkur ekki eigi eftir öld þessari heldur taka háttaskiptum með endurnýjun hugarfarsins. Það þýðir það að við erum ekki að hafa okkur eins og fólk hérna úti. Við erum ekki að gaspra hvort annað við hvort annað. Við tölum uppbyggingu, við tölum líf. Og þegar Guð krossast hluti í líf okkar og hann brennir eitthvað burt, þá gefur hann okkur fegurð í stað ösku. Hann gefur okkur fegurð og svo stendur á syrgjendum í Sían fagnaðar olíu í stað sorgaklæða. Skarklæði í stað hugleysis. Og mér langar aðeins að koma inn á Síon. Það tákmynd upp á heilagan stað. Það reynda tákmynd upp á kirkju Guðs. Og vinir, þegar við komum í kirkju Guðs eins og við gerum í dag, það sem við gerum að við hættum að horfa á kringumstæður okkar, við þurfum að horfa á Jesú. Við syngjum lög sem að lyfta upp Jesú. Og ég veit ekki neitt sem hefur farið að sangum og hefur farið verri hér út. Við förum alltaf út full af orku, full af getu, full af jákvæðni, full af bara krafti til að tækla verkefni vikunar. Af hverju? Því að Guð hefur fyrirbúið þennan stað að við komum öll saman til þess einmitt hvað? Að lyfta upp nafninu, að hjálpa hvort öðru að horfa til hans sem fullkomnar í trúar okkar. Halleluja. Og það sem gerist að allt í einu vonda tilfinningin sem var í hjartanu áður en ég kem inn. Ég allt í einu fann að fókusera á Jesú. Ég allt í einu fann að finna fyrir nærveru Jesú. Og vandamálin farin að minnka. Má ég heyra með? Og það svo magnað þegar maður kemur á sangum, hafi ekki tekið eftir því. Allt í einu bara breytist eitthvað í hjartanu. Allt í einu bara kemur nærveru á Guðs og hluti sem voru að trufla þig fyrir sangum hættir að trufla þig. Þetta Drottinn. Og hvernig hann gerir þetta? Hann gerir þetta með því að láta okkur horfa til sín. Hann eins og faðir sem lyftir upp, þið vitið, augum barns síns
Og hann gefur okkur náð til þess að horfa á sig á samkomum. Og það sem hann gerir, hann býr í lofgjör líðsins. Hann hér til þess að blessa okkur, til þess að vera með okkur, til þess að hjálpa okkur, til þess að hvetja okkur áfram. Þeir vera nefndir réttlætiseigur, garður drottinn sem birtir dýrð hans. Halleluja. Halleluja. Má ég heyra með? Hann ætlar að gefa okkur olíu. Og olían þannig að það erfitt að þvo hana af. Hún klístrast. Því ég með olíu og því ég kem við Jóhannu með olíu, þá Jóhanna líka hlut af olíunni. Og það olían sem Guð vill gefa okkur. Vinir, það olían sem að brýtur okið. Og við þurfum miklu meira af olíu Guðs. Og það gerist eitthvað þegar við erum saman komin í einum anda í ríki hans og við þurfum að lyfta upp nafni hans. Það kemur olía, það kemur smurning sem brýtur okið. Og það kemur fögnuður sem ekki af þessum heimi. Því að von okkar ekki í þessum heimi, hún á Kristi. Von okkar ekki bundið við þetta jarneska, það bundið við himneska. Og við erum ekki eins og fólk hérna úti sem á ekki von. Við eigum vonina. Og hann heitir Kristur. Og hann sonur lifanda Guðs. Og hann elskar þig. Og hann ber umhyggju fyrir þér. Dýr sé þér Jesús, halleluja. Mér langar aftur aðeins örlítið og bara mjög stutt að fara í sálminn sem vorum að tala áðan. Drottinn, hversu margir óvinir mínir rísa gegn mér. Margir segja mig, hann fær enga hjálp frá Guði. Svo kemur innan svega sela, sem aldrei túlkaði að þýtt. Vitið hvað þetta orð sela þýðir? Nei, það það sem grunnaði. Þetta tónlistarlegt hugtak. Það segir í rauninni tónlistarfólkinu hvað það á að gera á þessum tímapunkti. Og það segir tónlistarfólkinu að gefa í, setja allt í næstu setningu. Að virkilega að búa til dramatík, fókus. Þið veitir, hafið þið tekið eftir þegar lög byrja, þið veitir, bara svona smá, svo kemur allt í henni ykkur. Það þýðir það. Og við sjáum næstu setningu. Hann segir næstu setningu, fyrsta setningin, þá hann niðurlútur. En svo gefur hann í og hann segir, en þú drottinn, þú skjöldur minn, þú sæmd mín og lætur mig bera höfuðið hátt. Hann talar þetta út eins og maður sem valdið hefur, því hann veit hvers hann Og vinir, megum við fara í gegnum kringumstæður sem að virka bara óyfirstíganlegar gagnvart mannlegum mætti, treysta drottni, því hann mun vel fyrir sjá. Hann með þig í hendi sér. Hann ekki búinn að gleyma þér. Hann ekki búinn að missa tökin á neinu. Og hann mun síðastu fram að foldu ganga. Halleluja. Þetta gott stöf. Sá sem týnir lífi sínu mun finna það. Halleluja. Og ég veit ekki með ykkur. Mér langar ekki meira þessum heimi. Ég vil meira Jesú. Ég algjörlega til í að týna þessu egoi sem að trufla mig. Ég tilbúin að týna öllu þessu sem að skiptir engu máli til þess að fá upprisin frelsara inn í minn vilja, inn í mitt hjarta. Og megum við taka á móti næstu viku vitandi það hver við erum. Halleluja. Má ég heyra amen? Halleluja, rísum á fætur. Helgist þitt nafn. Halleluja. Annað sem ég langaði að nefna. Oft fyrir mig gegnum svona kringumstæður og missi. Það nefnilega lögmál í ríki Guðs að hann sníðlar á vínviðinn til þess að hann beri meiri ávöxt. Oft fyrir mig gegnum svona óþægilega reynslu og við bara erum grátandi fram fyrir drottni. Af hverju erum við að gangi gegnum það sem við erum að gangi gegnum. Hafið tekið eftir því þegar tíminn sem líður og maður horfið tilbaka. En þetta allavega mín reynsla.
þá horfi ég tilbaka og ég hugsa, wow, þetta var sannlega besta sem gat komið fyrir mig. Út af við hreinlega sjáum ekki alla myndina, vinir. Það nú oft þannig að Guð geti gert